Paz. Bang! Komið sæl og gleðilega þjóðhátíð. Það var bjart og fallegt veður víða á vestanverðu landinu í dag og birti nú til sumstaðar á norðaustanverðu landinu en þó var svolítil úrkoma þar líka og við sjáum að það var skýjahula nánast í kringum allt landið á þessari mótismynd sem að tekin var í dag. En sjáum við að hafísin farin að fjarlægast strönd Grænlands þarna á Grænlandssundi og svona farin að brotna upp. En það óskup svipað hjá okkur veðurlagið næstu daga og verið hefur. Það þessi víðáttumikla lægð suður í hafi. Hún hringsólar í raun og veru bara að þarna á sömu slóðum og fer óskup lítið og það ekki fyrr en líður á vikuna að við sjáum mögulega hæðarhrygg yfir landinu aftur. En hins vegar komum við til með að sjá að þá eftir að kólna talsvert næstu vikuna, sérstaklega á norðan og austanverðu landinu. Það kemur hér nokkuð öflug norðanátt yfir í kvöld og nótt, kólnar víða á landinu, alveg viðbúið að verði næturfrost á hálendinu og svo fer nú þessi kuldapollur hjá svona undir lok vikunar en það verður þó þannig að hitinn verður talsvert lægri á öllu landinu næstu daga heldur en hann hefur nú verið síðustu 2 vikurnar. Á yfirlitskortinu hér sjáum við að norðanáttin hún getur nú orðið svona 8 til 13 metrar á sekundu í nótt og á morgun. Það allvíða skýjar nema helstan rífi af sér suðvestan til og bláu flekkirnir eru úrkoman sem að verður nokkuð viðvarandi á norðan og austanverðu landinu. Það má nú líka búast við því að það rigni svolítið á Suðurlandi og með suðaustu ströndinni í nótt og verði skúraveður þar á morgun en það áfram útlit fyrir þurrka á vestanverðu landinu. Á morgun klukkan 15 kortið svona á þessa leið, það þessi ríkjandi norðanátt, það aðeins meiri svona breytileg átt alveg við suðurströndina, eitthvað skúraveður syðst á landinu en súld eða rigning norðan og austanlands. Hiti þar ekki nema svona 5 til 10 stig en þetta eru kannski 8 til 15 stig þegar að best lætur hér vestan til eins og segi farða kólna talsvert frá því sem að verið hefur. Það útlit fyrir skúraveður í flestum landslutum áfram degi á morgun og síðan jafnvel á miðvikudag en á vestanverðu landinu þar sem við þurfum nú einna mest á úrkomuna að halda þar ekki útlit fyrir úrkomu neitt á næstunni og verður áfram þessi brakandi þurrkur sem að verið hefur. Það heldur áfram að kólna á miðvikudag, hámarkshitinn ekki nema svona 5 til 8 gráður með norðurströndinni, líklega ekki nema 3 gráður á hálendinu en svona 10 til 12-13 gráður hér á suðanverðu landinu. Og eftir því sem við förum lengra inn í vikuna þá sjáum við að það í raun og veru óskup svipað að litast nema heldur að það rofi til með norðvesturströndin og jafnvel norður í Eyjafjörð. Lægðin ætlar að fjarlægast okkur aðeins á föstudag, það birtir það til í flestum landslutum líka norðan og austan til en ekki útlit fyrir að hlýni neitt að ráði fyrir mögulega þarna eftir helgina. Ef við bregðum okkur aðeins til Skandinavíu Evrópu þá nú talsvert skúraveður í kortunum þar líka sérstaklega í mið-Evrópu. Það gengur á með þrumum eldingum og hagléli allvíða í Suður-Evrópu, allavega svona síðdegis og fram á kvöld á morgun. En svo sjáum við eftir því sem sunnar dregur það tekur hæðin við og það ekkert nema glampandi sól. Hins vegar talsverð úrkoma vegna þessara lægðar þarna sem við strendur Portúgals og hún veldur því að það verður rigning víðast hvar í Portúgal á morgun. Í Norður-Ameríku þá áfram mjög svona ókarakterist veður má segja. Það mjög mikil úrkoma bæði í suðurríkjunum og við austurströndina. Það hefur verið kalt við vötnin miklu með við hvernig svona sumarið venjulega og það nú farið að birta til við vesturströndina en búið að vera hans skýjað þar undanfarið. En það áframhald á þessari norðlægu átt og úrkomi á norðan og austanverðu landinu svona frá morgundegi og fram eftir viku. Verður svolítið hvasst víðast hvar á vestanverðu landinu á morgun en áframhaldandi þurrkar á vesturlandi. Verið sæl.